Viðskiptaráð Íslands telur tímabært að hefja innheimtu skólagjalda í háskólum landsins. Stúdentaráð leggst gegn hugmyndinni. Það er orðið tímabært að háskólar byrja að innheimta skólagjöld. Þetta segir Viðskiptaráð Íslands sem segir að innheimtan myndi leysa margvíslegan og aðkallandi vanda innan skólakerfisins án þess að draga úr aðgengi að náminu. Jóhannes Stefánsson. Íslenskir háskólar eru að mestu leyti reknir fyrir fjárframlög hins opinbera. Háskólarnir standa á sama tíma frammi fyrir miklu fjársvelti, enda blæs ekki byrlega í fjármálum ríkisins. Framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands segir lausnin á þessum vanda og fleirum vera innheimtu skólagjalda. Viðskiptaráð telur auðvitað mjög mikilvægt eins og flestir að skólagjöld myndi ekki aðgangshindrun að menntun. En við búum auðvitað við mjög gott lánakerfi í því samhengi og þar með teljum við að svo sé ekki. Aftur á móti er stórt vandamál hversu lítið fjármagn er til staðar í háskólakerfinu og við sjáum skólagjöld sem hluta af lausninni þar. Þá er háskólamenntun auðvitað fjárfesting út af fyrir sig. Fólk er að verja miklum tíma í háskólanám og í því samhengi að þá teljum við eðlilegt að það sé horft á þetta í auknum mæli sem fjárfestingu og hvatar skapaðir í réttar áttir hvað þá hluti varðar. Þess fyrir utan eru auðvitað ákveðið ósamræmið til staðar í kerfinu eins og það er í dag. Það eru rukkuð skólagjöld fyrir ýmiss konar nám, flugnám, meira próf. Stúdentaráð Íslands lýsir yfir miklum efasemdum við þessar hugmyndir. Það hefur sýnt sig í löndum í Evrópu og bæði Evrópu og Ameríku að þrátt fyrir að lánakerfi sé til staðar þá hafi það sýnt sig að fólk sem elst upp í lægri stéttum samfélagsins við kannski lægri tekjur foreldra eða eitthvað svoleiðis sé það ólíklara til þess að fara í nám. Við erum þó alveg á því að jafnrétti til náms sé æskilegt og það eigi ekki að innheimta skólagjöld og það muni leiða til þess að færri munu komast að. Við höldum að þetta gæti ef eitthvað er bara ítt undir stéttaskiptingu og fólk myndi þá ekki velja sér og myndum kannski ekki fá besta fólkið inn í tannlæknisfræði eða læknisfræði og það er aldrei hægt að segja til fyrir hvar lækningin krabbameini og í hvað huga og af hvaða stétt sá aðil er sem fær þessa hugmyndið að lausn. En ef rétturinn til náms á jafnt yfir alla að ganga, þá er þessari spurningu enn ósvarað. Hvers vegna greiða tannlæknanemar ekkert fyrir sitt nám, á meðan flugnemar greiða fyrir sitt nám fullu verði?